Jafn mikið af kviku komið í kvikuhólfið undir Svartsengi og var áður en hljóp úr því í gær. Opnað var að nýju fyrir aðgengi að Grindavík og Bláa lóninu síðdegis í dag. Næstum öll stóru málin hafa verið afgreidd í kjarasamningsviðræðum stóru félaganna innan ASÍ og SA. Formaður Eflingar á von á að kjarasamningar verði í höfn áður en atkvæðagreiðsla hefst verkföll á morgun. Að minnstakosti 15 börn hafa dáið úr hungri á Gaza síðustu daga. Ísraelar mættu ekki til friðarviðræðna í Kaíró í Egyptalandi í dag. Fáskrúðsfirðingar eru ósáttir við að frönsku húsin í bænum séu lokuð stóran hluta ársins. Þar hótel- og veitingarekstur sem á þó að hefjast 2 mánuðum fyrr í vor en hann gerði í fyrra. Nýtt baðlón rís á næstu árum við rætur Reykjadals. Hveragerðisbær áformar hraða uppbyggingu í ferðaþjónustu. Formaður bæjarráðs segir þetta mikla lyftistöng fyrir samfélagið. Gott kvöld. Líkur á eldgosi eru enn miklar á Reykjanesskaga þrátt fyrir kvikuhlaupið í gær. Kvikan í kvikuhólfinu undir Svartsengi er orðin jafn mikil og hún var fyrir rúmum sólarhring. Mælar Veðurstofuna sýndu miðjandag í gær að kvika var komin á hreyfingu. Það sást meðal annars á skjálftamælum. Skjálftavirkni byrjar að vaxa mjög hratt og við fáum svona frekar þétta skjálftahrinu af bara smá skjálftum samt. Þetta er ekkert mjög stóru skjálftar. En svo dettur henni niður strax. Ekki fór þó kvikan í norður og upp eins og búist var við heldur í suður og lét ekki sjá sig. Hún fer bara þangað sem er minnsta viðnámið. Þetta er bara eins og vatn. Benedikt segir að atburðir gærdagsins séu ekki vísbendingu að hætta á gosi sé liðin hjá. Rúmmálið sem fór út úr Svartsengissvæðinu sára lítið. Það er kannski hálfur til 1 milljón rúmmetrar. Talið er að það bil 8 til 13 milljónir rúmmetra geti safnast fyrir í kvikuhólfinu undir Svartsengi. 500.000 rúmmetrar hafa runnið í það á sólarhring. Því ljóst að sambærilegt magn er komið í kvikuhólfið og í gær þegar kvikuhlaupið hófst. Þar af leiðir að hætta á eldgosi er svo sama. Við getum alveg búist við því að þetta hafi bara tafið fyrir næsta innskoti. Þetta byrjaði en svona eitthvað sem stoppaði það. Það náði ekki að komast þess almennilega stað. Vel er fylgst með svæðinu og Benedikt segir ekki útilokað að í raun sé kvika að krafla sig upp á yfirborðið hægt og rólega. Svo líka bara möguleiki, þetta sé bara stopp og nú bara safni Svartsengi í sig áður bara nokkur milljón rúmmetrum áður en það fer aftur í gang. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ákvað miðjan dag að Grindavík og önnur svæði sem voru rýmd í gær yrðu opnuð á ný. Aðgengið verður hið sama og það var áður en skellt var í lás í gær þegar smáskjálftavirkni fór á stað við Sundhnúksgígaröðina. Íbúum og öðrum verður hleypt inn í bæinn og þeim sem vinna í Grindavík verður leyft að dvelja þar allan sólarhringinn. Formaður Eflingar segir líklegt að hægt verði að ganga frá kjarasamningum á næstu dögum. Morgundagurinn skeri úr hvort af atkvæðagreiðslu verkföll ræstingafólks verður. Já, dagurinn í dag gekk bara jafn vel eins og undanfarnir dagar. Þannig að okkur miðaði áfram. Búið er að ryðja ýmsum hindrunum úr vegi og ná samkomulagi mál sem tekist hefur verið á í langan tíma. Staðan er ágætt, tel ég, en það er þó ýmislegt sem á eftir að klára. Við erum búin að sitja hér yfir ýmsum málum í dag og það hefur náðst árangur. Samninganefndirnar koma saman í fyrramálið og halda viðræðum áfram. Ef það kemur ekki eitthvað mjög óvænt upp sem ég tel ekki að muni gerast, þá mögulega á morgun get ég lýst yfir að við höfum hér nýtt þessa helgi mjög vel. Það eru ýmis mál sem við erum að vinna úr en ég ætla að fá að nota þetta tækifæri og þakka kærlega bæði starfsfólki okkar og líka starfsfólki verkalýðshreyfingarinnar sem hefur staðið sig alveg gríðarlega vel undanfarna mánuði og undanfarna klukkutíma. Klukkan 18 á morgun á atkvæðagreiðsla boðun verkfalls hjá ræstingafólki innan raða Eflingar að hefjast. Kemur til tals að blása hana af. Ég geri það ekki fyrr en ég er búin að sjá algjörlega til lands. Sólveig Anna segir að morgundagurinn skeri úr hvort að atkvæðagreiðslu verkfall verður. Á þessari stundu ætla ég að segja að ég tel meiri líkur á því að við náum hér að ganga frá málum tímanlega á morgun. Þá ef að morgundagurinn gengur vel, hvað er þá langt í að þið getið farið að skrifa undir?
Ef að morgundagurinn gengur vel þá er mjög stutt í það. Eru erfið mál eftir? Ég held að við séum búin að afgreiða svona flest af stóru málunum en það eru ýmis mál eftir. Sífellt fleiri þjást af hungri á Gaza og stjórnvöld þar segja alla skorta mat. Lausnin sé ekki að varpa neyðargögnum úr lofti líkt og Bandaríkjamenn gerðu helgina. 15 börn hið minnsta hafa síðustu daga dáið úr vannæringu og ofþornun á þessum spítala í Gazaborg samkvæmt yfirvöldum þar. 6 önnur börn eru í hættu á gjörgæsludeild. سبب نقص الحليب ما يلزمهم الأم مرضعة بس الأم لم تأكل طبعا نعوض بالحليب الصناعي الحليب لم يوجد الحليب طفل عمره 6 شهور وزنه لا يقل عن 2 كيلو وللعلم فقد أحد أقربائه 24 نفر من آل موسى هو طبعا Læknir á spítalanum segir að fái börn aðeins eina máltíð á dag fari þau fljótt að skorta næringu. وصلنا بحالة جفاف شديدة ويعني أحكي لك من 50 ل 60% منهم ما بنلحقهم ما بنلحق يعني نتعامل معهم بالشكل المناسب لأنه برضه بنرجع لقصة فيش الإشي المناسب نعطيهم إياه فيش الغذاء المناسب أكتر شيء بنقدر نعطيهم إياه المحلول الملحي أو المحلول السكري. Ísraelar hindra flutning á neyðargögnum til Gaza og samkvæmt Palestínuflóttamannahjálpinni var helmingi minna hleypt þangað í febrúar en mánuðinn á undan. And we all know that January was not enough at all. Bandaríkjamenn sem styðja Ísraela vörpuðu helgina neyðargögnum úr lofti. Í tilkynningu stjórnvalda á Gaza segir að allir íbúar þjáist af alvarlegum matarskorti. Sending neyðargagna úr lofti sé ekki lausnin, heldur þurfi að opna landamærin. Dagný Hulda, það hafa verið viðræður í Kaíró í Egyptalandi 6 vikna vopnahlé á Gaza. Hver er staðan á þeim? Það vöknuðu vonir svona helgina og í morgun að það væri kannski hægt að ná samkomulagi en svo bárust þær fréttir nú að síðdegis að Ísraelar hafi ekki sendt sína sendinefnd til Kaíró og ísraelski fjölmiðlar segja þessi vegna þess að þeir hafa ekki fengið lista þá gísla sem séu enn á lífi á Gaza og Hamas ætlar ekki að afhenda þennan lista fyrir en Ísraelar hafa uppfyllt ákveðin skilyrði. En þessu viðræðum hefur ekki verið slitið formlega þannig að við sjáum hvað setur. Hvað stóð til að ræða annað en vopnahlið í Kaíró? Það var að hleypa neyðargögnum inn á Gaza og að láta nokkra tugi gísla úr haldi á Gaza og nokkur 100 Palestínumenn sem í fangelsum í Ísrael. En meginkrafa Palestínumanna er auðvitað varanlegt vopnahlé og það var ekki til umræðu núna og er eitthvað sem að Ísraelar hafa ekki samþykkt hingað til. Já, takk fyrir þetta, Dagný Hulda. Við fylgjumst áfram með þessu máli. En Fáskrúðsfirðingar eru óánægðir með nýtingu og viðhald frönsku húsana við Hafnargötu sem voru nýlega byggð upp og endurgerð. Hótel og veitingastæður sem eru rekin í húsunum eru lokuð stóran hluta ársins. Húsin standa hér yfirgefin allan veturinn sem er ósköp dapurt að sjá því að hús hafa einhvern veginn enga merkingu eða þýðingu ef að þau hýsa ekkert líf. Þannig að okkur sem hér búum þykir það ósköp dapurt. Franskir sjómenn stunduðu fiskveiðar við Ísland í meira en 300 ár og Fáskrúðsfjörður var ein aðal bækistöð þeirra. Hér byggðu Frakkar meðal annars sjúkraskýli, spítala og læknishús í kringum aldamótin 1900. Húsin voru í misjöfnu ástandi upp úr síðustu aldamótum og spítalinn var að hruni kominn. Það var baráttumál íbúa að bjarga honum og árið 2010 hófust framkvæmdir á vegum minjaverndar við Hafnargötu en að þeim loknum voru húsin selt og nú reka Íslandshótel þar hótel og veitingastað. Eftir það er þetta auðvitað bara orðið eign þessa fyrirtækis og við höfum ekkert þetta að segja. Það er eðli málsins samkvæmt. Uppbygging frönsku húsanna vakti athygli, bæjarbúar voru ánægðir og verkefnið fékk menningarverðlaun Evrópu. Þessi hús vekja auðvitað athygli af því þau eru falleg, afskaplega falleg og hafa fram að þessu verið vel við haldið og það er enginn sem kemur hér í Búðaþorpi Fáskrúðsfjörð öðruvísi en að stíga inn fæti í þessi hús, séu þau opin. Íbúasamtök Fáskrúðsfjarðar sendu framkvæmdastjórn Íslandshótela opið bréf á dögunum þar sem þau lýsa óánægju bæjarbúa. Íslandshótel fekk þessi húsnæði bara nánast á silfurfati og eru að okkur finnst ekki að sinna viðhaldinu nægilega vel, auk þess sem að okkur finnst opnunartíminn sem að hefur verið núna síðustu ár svona
heldur metnaðarlítill. Í svari Íslandshótela segir að fyrirtæki taki ábendingum viðhald vel, opnunartími og þjónusta sé sífellt til endurskoðunar og í ár standi til að opna hótelið 2 mánuðum fyrr en síðasta vor. Ég hef tekið á móti hópum af fólki sem kemur hér þegar allt lokað og mönnum finnst það sorglegt. Þá víkur sögunni til Portúgal. Allar líkur á að þjóðernisflokkurinn Chega, sem rekur meðal annars harða innflytjendastefnu, auki fylgi sitt verulega í þingkosningunum þar næstu helgi. Landið myndi þar með bætast í hóp fjölda annarra Evrópulanda þar sem þjóðernispopulismi nýtur mikils fylgis. Frá því lýðræði komst á í Portúgal fyrir 50 árum hafa 2 flokkar meira og minna skipst á að vera við völd. Sósíalistar og jafnaðarmenn. Í síðustu kosningum fengu sósíalistar, sem þá voru við völd, 41% fylgi, jafnaðarmenn 29% og þjóðernisflokkurinn Chega, sem var stofnaður 2019, var í 3. sæti með 7%. Spillingamál hafa hins vegar komið upp hjá bæði sósíalistum og jafnaðarmönnum og á endanum kostaði eitt þeirra, Antonio Costa, þáverandi forsætisráðherra og leiðtoga sósíalista, bæði embættin. Kannanir nú sýna gjörbreytt landslag. Fylgi sósíalista hefur hrunið niður í 28%. Jafnaðarmenn eru með svipað fylgi og þeir voru með, en fylgi Chega komið upp í 20%. Þar talið eiga stærstan þátt að þeir vilja uppræta spillingu. Kosningabaráttan nú formlega hafin og leiðtogar flokkana berjast hart hilli kjósenda. Þeir hafa lent í ýmsu, meðal annars skvetti umhverfisverndarsinni, grænni málningu á leiðtoga jafnaðarmanna. E o nosso objetivo é ter, obviamente, as garantias de que nós conseguimos ter uma economia forte, conseguimos ter qualidade de vida e, ao mesmo tempo, deixar a quem virá a seguir a nós planeta cuidado. Nós queremos avançar, nós queremos o futuro, nós não queremos voltar atrás. Com eles nós voltaríamos atrás, conosco nós continuaremos a avançar. Hægri flokkurinn Chega, sem meðal annars rekur harða innflytjendastefnu, kynnir sig sem nýjan valkost og leiðtoginn hefur sérstaklega skotið á sósíalista. Os 2 meninos devem ser aqueles 2 que andam sempre à bulha e deve pensar, bom, se estes 2 meninos não se entendem, só o outro menino da gola alta é que se calhar nos pode trazer alguma solução para o país. Hann hefur líka sagt að ætlunin sé að breyta flokkakerfi Portúgals og miðað við kannanir hann líklegur til þess. Jafnaðarmenn sem þykja líklegastir til að mynda stjórn hafa útilokað samstarf við Chega, en sósíalistar ekki. Ef hægri flokkurinn fær hins vegar meira fylgi en honum þegar spáð, gæti orðið erfitt að ganga framhjá honum við myndun nýrrar ríkisstjórnar. Hægri popúlistaflokkar eru þegar við völd í nokkrum Evrópulöndum, þar á meðal Finnlandi, Ítalíu og Slóvakíu. Og hingað heim til Íslands. Innflytjendur segja mikilvægt að bæta íslenskukennslu, aðgengi að upplýsingum og ímynd útlendinga. Það skipti allt máli til að innflytjendur aðlagist samfélaginu. Hvaða mál finnast innflytjendum mikilvægust? Hvað liggur þeim á hjarta? Fólk af erlendum uppruna fékk að tjá sig eigin inngildingu á fundum sem voru haldnir land allt. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið vinnur að stefna í málefnum innflytjenda, en þetta í fyrsta sinn sem slík stefna sett hérlendis. Ráðuneytið bauð innflytjendum til samtals á fundi í Reykjavík, þeim næst síðasta í fundaröðinni, en síðasti fundurinn verður haldinn á Egilsstöðum í mars. Viðtökurnar hafa verið alveg ótrúlega góðar. Fyrir fundin í Reykjavík vorum við búin að tala við yfir 400 manns. Við hefum bæði verið að tala á opnum fundum og svo líka á sérstakum rýnihópafundum með flóttafólki. Og fólk opið, það lausnamiðað, það virkilega að leggja sig fram að fjárfesta í þessu samfélagi. As immigrants, we know that we are contributing to this country that also opens us a lot of opportunities to grow and education in the labor market. So that's why I came, to see the points of everyone and also to share my point of view. Hvaða mál skipta mestu máli fyrir þig? Ég myndi segja bara tungumál og inngildingu. Út af tungumál jafnréttismál og líka jafnréttis- og mannréttindamál. I have found that Icelandic language is not easy, and one of the things that we've been discussing is that we need more support. So we all can include, and you as Icelandic people don't feel foreign in your own country. We share information between all the immigrants
it's not information that are easy accessible. So if it's easier to access in English or in any other language, I am learning Icelandic, but it takes a while to be able to comprehend everything. Childcare is something that needs to be improved, not only for foreigners, but for everyone. And also the positive image of foreigners, because most of them, they actually bring a lot to this country and they make a big contribution both to the budget and to the cultural environment. Þúsundir syrgjenda hafa helgina vitjað grafa rússneska stjórnarandstæðingsins Alexeis Navalnys. Hann lést í fangelsi í Síberíu fyrir hálfum mánuði. Útför hans var í Moskvu á föstudaginn og voru margir stuðningsmenn stjórnarandstæðingsins viðstaddir. Lögregla var með mikinn viðbúnað. Fólk kom einnig saman víðar landið og segja mannréttindasamtök að 128 hið minnsta hafi verið handtekin. Yfirvöld sett upp öryggishlið við innganginn í kirkjugarðinn og þurftu allir syrgjendur að fara þar í gegn. Hveragerðisbær og Reykjadalsfélagið hafa samið viðamikla uppbyggingu ferðaþjónustu á komandi árum. Stjórnarformaður Reykjadalsfélagsins segir samningin skipta miklu fyrir atvinnulíf í bænum. Fyrsti fasin eru Reykjaböðin sem sem sagt náttúruböð, náttúrulón sem verður hérna á hluti af sem sagt svæðinu og mun verða þá til þess að geta leyft fólki líka koma eftir útivistina í böð eða þá sem kannski labba ekki út í heitalækinn. Það er fyrsti áfanginn sem er hafinn og hann tekur kannski svona 18 til 22 mánuði eitthvað svoleiðis áætluð við. Árhólmasvæðið í Hveragerði hefur verið vinsælt til útivistar og þangað flykkjast ferðamenn í stríðum straumum ár hvert. Brynjólfur segir samningin fela í sér kaup á byggingarétti og úthlutun á 9 lóðum til að stórefla ferðaþjónustu. Að sögn Brynjólfs hleypur heildarkostnaðurinn á tæplega 10 milljörðum króna. Þegar sé búið að fjármagna Reykjaböðin sem teljum þriðjung kostnaðarins. Þá gera verkáætlanir ráð fyrir að framkvæmdum ljúki eftir 3 til 5 ár. Bæði þetta náttúrulega augljóst fyrir atvinnu uppbygginguna og slíkt, en svo þetta líka bara flóra í þjónustu við bæjarbúa og nágrenni og við höfum alltaf haft það að leiðarljósi að horfa á bæjarbúa Íslendinga og síðan útlendingana eða ferðamennina og ef við gerum þetta í þessari röð þá held ég að við séum alltaf mjög flotta vöru í höndunum. Formaður bæjarráðs segir einhug hafa ríkt samningin í bæjarstjórn. Við fögnum að sjálfsögðu þessum samningi enda teljum við hann vera mikla lyftistöng fyrir allt samfélagið í Hveragerði. Að auki hann í góðu samræmi við nýsamþykkta stefnu bæjarins þar sem við leggjum aukna áherslu á blómlegt atvinnulíf, ferðaþjónustuna, auðvitað heilsuna og samfélagið allt. Hera Björk Þórhallsdóttir tryggði sér sigur í söngvakeppninni í gærkvöld og keppir fyrir Íslands hönd í Eurovision í Svíþjóð í maí. Hera Björk flutti lagið Scared of Heights og hafði betur í úrslitaeinvíginu gegn Bashar Murad með lagið Wild West. Nokkur óánægja var með kosninguna og margir kvörtuðu undan því að hafa ekki getað greitt þeim síðarnefnda atkvæði sitt. Til skoðunar hvort mistök hafi orðið í kosningunni. Forsvarsmenn söngvakeppninnar segja að þó svo væri, þá hefði það ekki haft áhrif á niðurstöðuna. Það viðraði vel til útiveru í Bláfjöllum í dag og fjöldi fólks dró fram gönguskíði. Arnar Björnsson fréttamaður brá sér til fjalla og tók nokkra gönguskíðamenn tali. Þú blæst aðeins, þú tókst að því? Já, það verður að gera það. Hvernig var færið? Ég geggjað, það var mjög gott. Ertu búin að vera duglegur í vetur? Ekki á skíðum, nei. Þetta var mjög notalegt. Það reyndi á? Já, reyndi á og maður fór kannski heldur stærri hring en til stóð. Það kannski hefði mátt vera aðeins meira vegvísa, þannig að við vorum þarna alveg komið lengst út eftir. Þetta gott ekki? Jú, við byrjuðum morguninn í brekkunum og fórum svo á gönguskíði. Stórkostlegt útsýni og gott workout, rennsettur og frískur. Er þetta þess virði að fara í svona góðan túr? Já, algjörlega mæla með því. Og við
við höldum áfram með veðrið. Suðaustan 8 til 15 metrar á morgun og dálítil rigning eða súld, en slitta til fjalla og þurrt að kalla norðanvert landið. Það hlýnandi veður og hiti 3 til 8 stig síðdegis. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Keppni á HM í frjálsum innanhús lýkur í Glasgow í kvöld. Hollenska hlaupakonan Femke Bol hélt áfram að bæta heimsmet. Það var æsispenna á Íslandsmótinu í borðtennis sem lauk í Digranesi í Kópavogi í dag. Fjölnir vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í hópíþrótt í langri sögu félagsins þegar kvennalið Fjölnis í ísokki varð Íslandsmeistari í gærkvöld. Og við ræðum við Þorvald Örlygsson, nýjan formann KSÍ, íþróttafréttir hér handan við hornið. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Jafn mikið af kviku komið í kvikuhólfið undir Svartsengi og var áður en hljóp úr því í gær. Opnað var að nýju fyrir aðgengi að Grindavík og Bláa lóninu síðdegis í dag. Næstum öll stóru málin hafa verið afgreidd í kjarasamningsviðræðum stóru félagana innan ASÍ og SA. Formaður Eflingar á von á að kjarasamningar verði í höfn áður en atkvæðagreiðsla hefst verkfall á morgun. Að minnstakosti 15 börn hafa dáið úr hungri á Gaza síðustu daga. Ísraelar mættu ekki til friðarviðræðna í Kaíró í Egyptalandi í dag. Fáskrúðsfirðingar eru ósáttir við að frönsku húsin í bænum séu lokuð stóran hluta ársins. Þar er hótel- og veitingarekstur sem á þó að hefjast 2 mánuðum fyrr í vor en hann gerði í fyrra. Nýtt baðlón rís á næstu árum við rætur Reykjadals. Hveragerðisbær áformar hraða uppbyggingu í ferðaþjónustu. Formaður bæjarráðs segir þetta mikla lyftistöng fyrir samfélagið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvað er á myndunum? Á Einari mynd kaka mín og ég á Einari mynd og bangsanni mínir. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk allt land sem fæst við áhugaverða hluti. Ótrúlegt að skildi hafa lifað þetta af. Það er svona fyrsta hugsunum hans. Fyrir alla muni, íslensk þáttaröð þar sem heimur íslenskrar sögu er kannaður með því að skoða muni sem tengjast sérstökum atburðum í sögu þjóðarinnar. Ljósmóðirinn 11. þáttaröð. Þættur ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrahverfi í Austur-Lundúnum á 7. áratugnum. Babylon Berlín. 4. þáttaröð þessara þýsku glæpaþátta lögreglumanninn Georg Rath frá Köln sem rannsakar undirheima Berlínarborgar á 4. áratug síðustu aldar.